Kallakofinn að hefjast. Já, þetta Karlakofinn. Þetta Kallakofinn. Og þessi myndum fara Dave. Dave eru Matti út á landi. Þannig að við erum bara 2 í dag. Já. Og það alveg þó nokkuð búið að gerast hérna í þessum þætti. Nei, ekki, sorry, í þessari viku. Já, þetta vikan. Já. Og við erum mjög þreyttir að það ekki tala um það. Nei, við bara, þú veist, skyldan kallar, sko. Skyldan, já, við okkur langar bara að vera heima, en Matti var veikur. En það var bara sagt. Og það var bara, jú. Þið þurfa að gera þátt, sko. Já. Áhorfendur voru bara, hei, þið verður að gera þátt. Ég er að fara að deyja, ég fæ skammturinn, sko. Þessum að, já. Þannig að við nefnum þessu ekki. En það einhvern veginn, já, þetta er perrandi. Þetta allt að fara í vitleysu. Mér finnst þetta að vera alveg óþolandi. Og lífið er óþolandi. Það allt í vitleysu og... Já, ekki fara í þennan pakka. Nei, þetta verður svo þreytandi. Þetta allt svo. Hvað með að við bara hættum með Kallakofinn? Ég held að við maður með þetta. Ég er bara ekki lengur en eins. Ég held að næstu áttum voru Matti, bara síðast þig. Þetta er bara mjög gott. Já. Þetta er bara svo ógeðslega þreytt. Þetta er bara ekki, er einhver lengur að hlusta á okkur þessa þvælu sem í gangi. Já. Bara, er einhver að nenna þessu? Nei. Til hvers er að gera þetta? Ég veit það ekki. Bara, ég veit nú ekki hvað ég að segja. Ég er ekki neinumlega. Ég hef ekkert að segja. Mér langar bara að fara. Ég er bara að fara heim. Þannig að þetta er bara mjög þrjóðan. Og ég var ekki að nefna þess. Og bara, þetta er bara komið gott. Ég ætla bara að hætti þessu hlaðarpsdrasli. Þetta aldrei eftir að koma í þessu kompu. Þetta er leðileg kompa. Og já, ég bara hef ekkert annað að segja. Þetta er öll að stutta aftur í dag. Ég bara, öll að eitt svo versti líka. Þetta verður bara svona langt, það er bara 2 Þetta, já, bara... Þetta er bara 2 mínútur. 2 mínútur, sko. Þetta er að setja í þriði og þetta er bara komið gott alltaf. Og ég vildi bara segja kannski takk fyrir alla þessa 40 þetta. Þetta var leðalegt. Kannski var þetta gaman í byrjun, nema núna bara. Þetta er svo sitcom, byrju gott. Sem bara neður og sem bara, þetta verður hundleðilegt. Já, ég bara, ég er rosa þreytt að ég er að pæla að hætta þessu. Bara allt við... Það verður kannski ekki fleiri podcast framöndan, sko. Nei, þetta er held ég bara, við erum að hætta bara eftir svona 20 sekúndur. Það er bara Karlakofinn búinn. Já. Það fyrir þess að 7 sekúndur sem bara einhvern veginn hlusta á halvvitin ykkar. Ég hata ykkur, þeir eru ömulega. Bara... Og bara... Nei! Býtu! Hver er þetta? Halló. Magnús Jólasson. Guð minn almáttur. Það eru allir, ok, þessi byrjum að grína okkur. Ég ætla ekki að hætta bara, við erum ekki að fara að hætta með Nei. Það er komið góður gestur hingað. Já. Magnús Sigurður Jólasson. Hann hefur ekki kíkt í þessari kompu sínu, Marsa eða eitthvað. Nei, en fyrir ykkur sem voru sjokki, Karlakofinn langt fyrir að vera búinn. Þetta var bara grínum okkur, ég vissi ekki hvernig að byrja þáttinn á hann. Já, og ég vildi ekki byrja hann umræðum þegar hann var ekki komin. En þetta er svo skrítið. Já. Ég er með hérna leik sem ég bjóð til á hérna frammi sem er svolítið skemmtilegur. Svona áskorunarleikur. Áskorunarleikur. Já, við þurfum aðeins að En hvað ætlar ekki bara að byrja, hvað gerðist við þig? Bara, þú ert bara gestur þessum. Mér var rænt af úlfum og ég var alveg upp í skóginum í 3 ár. Nei, ok, en Maggi, hann er ekki komin aftur í þættin.
Nei, þetta er bara once. Já, við ákveðum svolítið ef eitthvað vantar. Það ætlum að fá okkur góðan gest sem við þekkjum, eins og við gerum alla. Og við ákveðum bara að fá Magga í dag. Við ætlum að fá þeirra gesti, en þeir eru hrifnir. En við fengum engan annan Magnús Sigurjónsson og þú ætlar að kíkja svona annað slagið, það ekki? Djöfull, það er svo skrítið að fá eitthvað til hliðina á sér aftur. Já, þú ert svo vanur að vera einn bara. Ég er svo vanur að hafa bara Tómas Stór fyrir Já, Matti, hann er út á landi. Hann er út á landi. Nei, við ákveðum bara að fá Magga. Þarna, en við vorum smá að bara bragla, þú veist, bara að horfa á einhverja vitleysu bara í gær. Já. Við horfum að þarna skjárinn Halloween og ég sá á Instagram að þú veist bara, og YouTube að þú veist bara byrjað með eitthvað Reykjavík dagatal, já, 13 dagar. Við vorum, þetta er 12 dagar sko, en það er alltaf 13 dagar, það er alveg hlutur sko, ég læriði það. Já, þá byrjar þetta 19. október. Já, þetta sé 30 dagar sko, nei 13 dagar og þetta 13 er svona ólukkutala. Já, þetta er flottar að byrja 20. október heldur en 19. sko. Já. Það er svo ljóttal. En já, þannig að við gerum jóladagatal og við höfum svolítið mikið svona Reykjavík sketsum. Hvað bara hendi í svona dagatal? Já. Við erum fólk að vera spennt fyrir Reykjavík. En þarna, eins og ég sagði að ég þurfti að fara vegna þess að ég þurfti að passa. Já. Ég þarna frænka mín kom. Já. Og hún er ekki að þú veist eitthvað svona, þarna eitthvað 30, eitthvað svona frænka, skilur, hún er bara á sama aldri og ég, skilur, þannig að hún er ekki að þú veist bara fuglorðin inn á svæðinu, sko. Já. En þarna, þú veist, þarna hún var búin að fara í barnapíuskóla og eitthvað svona. Veitu hvað eða svona námskeið. Já, ég ætla þetta eitthvað námið eitthvað. Já, 5 ár, já, ég fór 5 ár námskeið við Háskóla Íslands við að læra að vera barnapíu. Nei, þetta er bara námskeið, skilur, og þarna, og þetta gekk alveg vel í fyrstu, nema svo kom að því að við þurftum að setja Víking í rúmið. Og það var þessum. Og hann bara vildi ekki fara að sofa. Bara þegar ég setti hann í rúmið, þá þarna, sagði hann bara nei. Og ég var bara svona Víkingur, farðu að sofa, nei. Já. Og ég var bara að texta mömmu og eitthvað svona á þarna, hún sagði bara eitthvað svona, vill hann ekki fara að sofa? Og ég er alveg, nei, hann vill ekki fara að sofa. Og þetta var alveg fram með að miðnætti, sko. Já. Eða allavega það leið þannig, þetta leiði svo 4 klukkutímar, sko. Þurftur ekki bara eitthvað að sína eitthvað í sjónvarpinu að sofna þetta því eða eitthvað? Við reyndum að setja á eitthvað í sjónvarpinu, slökkva á ljósin og gefa honum þarna volgamjólk til þess að svæfa hann. Hvað voru það að sína hann? Þarna, við sýndum honum kúlukúbarna. Já, alltaf að sína það er alltaf æst. Já, alltaf að sína bara eitthvað veðurfrétnar. Eða, þú veist, silfrið. Eða, Kastljós. Þá Víkingur fer þá bara fætur og byrja að dröslast eitthvað og leika sér og æsa sig upp. Já. Já, ok, já. Það sem ekki er gott, bara brenna orkuna, hann getur ekki verið á. Það var eiginlega málið, sko. Það er ekki með hald, sko. Það er ekki nóg gott, sko. Hann var ekki alveg, þú veist, hann var ekki alveg hæper, skilur. Hann var bara, þú veist, hann var bara í stuð. Já, hann var bara í venjulegu stuði, skilur, og það var alls ekki það sem ég vildi, skilur. Við vorum að plana að horfa á Something About Mary. Og það er umlumend. Nei, frænka mér segir og hún fannst það alveg frábær, sko. Þetta er hörmulega. Já, það er mynd sem ekki hatar. Með hans fín. Af hverju hatar hana? Ég veit ekki, þetta er bara svo gammaldags og svo backwards mynd, sko. Er það vegna þess að það er ykkur homofób? Húmorinn er rosalega offensive, sko. Það er vegna þess... Komdu með dæmi. Bara svona alvöru ótrúlega offensive. Komdu með dæmi. Það er einhverfur karakter sem er bara eitt stort joke alla myndina. Það er geggjað. Já, ég er einhverfur. Já. Hann var einhverju leikar hann aldrei. Nei, ég veit ekki. En ég veit ekki, og hann var... Nei, hann var meira með svona þroska hemul. Já, þessi mynd eldist ekki nógu vel. En mér gæti ekki verið meira saman. Það er ekki svona tvíkynhneigð og svona... Já, þetta er slæmynd. Já, sorry. Þetta var joke. Já, sorry, þetta var ekki þarna, þú veist... Augljóslega var fólk að gera grína þessu í gamla dag. Já. Það var mér ekki beint að vera að gera, eins og hvernig var að gera grína. Hatarðu þá ekki Friends? Ég hef vel ekki séð mikið Friends. En þú veist, það er alveg líka verið að gera grína þessu staffi, sko. En þetta er líka bara ekki fyndin jokin, skilur, þetta er bara... Nú, frænka mín sagði að hún og móðir hennar fór alveg í hlátuska, sko. Þetta er ekki besta mynd sem við séum. Og þetta er líka bara svona, premissið á myndinni er bara creepy as fuck. Já.
bara ekki gæi sem að Stalking for Love? Já, þetta Stalking for Love nema hærar PI til þess að gera það fyrir hann. Það svona extra creepy. Já, þetta mynd, Maggi. Þetta bara grín og glans. Sko, ég var að horfa á Conversations with a Killer, the Jeffrey Dahmer tapes og þú ert að kvarta yfir einhverju Something About Mary, svona. Það er ekki, kannski, það bara viðtalvegur hryllingsmann. Hryllingsmann? Hann lengur dáin, sko. Hryllingsmann? Já, ég hryllingsmann. Hann lengur dáin, sko. Ok, ef þú ekki bara henda í hryllingsmannsfluguna. Hryllingsmannsfluguna? Já, við vorum að búna til, Nei, við erum ekki að fara að hendi inn að flug strax. Nei, við erum með þetta svona á þeirra 20 myndur. Já, við förum í hryllingsmannsfluguna eftir. Þú ert ekki búin að svona eitt þátt en að góða karla konum. Þannig að þú veist ekkert hvernig þetta er í dag. Nei, sem er sorglegt, sko. Þú veist ekkert hvað þú ert að gera hérna, sko. En heyrðu, það er með alltaf Something About Mary, sko. Ég er náttúrulega mikill Ben Stiller þetta vondi. Ben Stiller er að besta mynd. Sko, ég get sagt að þetta var ekki með betri myndum hans samt. Hún er saman fín. Ok, reyndar. Já, er þetta Ben Stiller? En viltu vita hvað er að verstaði myndin er? Já, hann leikur aðeins ekki. Verstaði myndin er gerist í Flórida. Flórida? Er ekki krókodíla þar? Nei, þetta gerist í Flórida. Það er bara slæman hlutur yfir alltaf. Allt sem gerist í Flórida bara. Er það ekki hérna rapparinn þarna? Já, Florida. Florida. Já. Florida. Ég fá hann sem gesti. Jú, fáum Florida sem gesti. Florida í gesti í dag, verður blessaður. Ég var að bemba fyrir eitthvað Eurovision. Já, hann var í Eurovision. Er ekki komið einhverju fleiri gestir í dag, Úlfur? Hæ? Nei, það er ekki fleiri gestir. Þið voru að tala að Office Ladies myndi kannski koma. Já, einmitt. Það er bara báð og sitjandi bara í einhverju þrengsli í þessu sæti þá færi Mattías einmitt að setja á sæti það sem Jenna Fischer legði rassin sinna á. Hversu geggjaði það? Leikonan hans Jenna Fischer er upp og leikunum hans Matta. Nei, ég veit ekki. En þannig að það er ein trilógía, þú elskar trilógíur, er það ekki Almundur? Þríleikur heitir þetta svona. Já, ok, þríleikur. Þú elskar þríleikur. Þríleiki. Það er alltaf gaman. Hangover, þú elskar það. Þótt að fólk algjörlega hatar númer 2 og númer 3. Já, mér er sama. En það er ein mynd. Trilógíur, jafnvel þó að myndina sé lélegar, ef þær eru virka vel saman og eru svona í svipuðu þema, eru bara trilógíur best. Það er bara Samt eru suma trilógíur sem eru að fá 4. myndina. Það er pínu fyndið, sko. Nei, það er leiðilegt. Það er eins og til dæmis Kung Fu Panda. Það er að fara að koma Kung Fu Panda 4 og Beverly Hills Cop 4 er að koma. Já, það er bara svona þið þurfið ekki að gera þetta. Já, og Paul Blart Mall Cop 4. Það hefur ekki komið 3. mynd. Hún hefur ekki komið, sko. Nei, samt var Paul Blart Mall Cop 2 svo ógeðslega skrítin, sko. Var hún ekki eitthvað funny? Var eitthvað hótel eitthvað? Jú. Af hverju þarf alltaf svona síkur sem gerir ykkur hótel? Það var mjög langt síðan ég sá það, sko. Hefur þú séð þessa mynd? Þetta var eitthvað í Las Vegas, eitthvað? Já, mér manna með hans fyrsta mjög góð, sko. En önnur svona kvikmyndir, láta okkur halda að Las Vegas sé eina stærstu borgunum í Bandaríkinu. Hún er bara eitthvað númer 22. Já, hún er mjög lítilega alveg. Þetta er, sko, það er... Já, ég hef séð, þú veist, Las Vegas. Ég hugsa bara að þetta er eins og bara Egilsstaðir, sko. Nei, það er bara eyðimörk, alls er í kringum. Þetta er bara svona, í miðjun okkur er eyðimörk. Los Angeles líka, en Las Vegas... Ég skil líka ekki hvernig fólk nennir að keyra þangað, sko. Ég horfði á þarna Looney Tunes Back in Action. Þannig að aðalpersónur að keyra allar leið til Las Vegas og ég var alveg að hugsa þegar ég var lítil, hvernig nenna þessu? En hann Nikko Kattu, hann býr þarna. Hann býr ekki í Las Vegas. Jú, hann býr í alveg í Las Vegas. Ok, sko, 2 verstu staðinir í Bandaríkjunum, Florida, Las Vegas og Texas. Af hverju mæka þið svona viðkvæmir? Þetta er Halló. Já. Af hverju það er svona suð í þessu. Af hverju maður svona háværa? Svona bara. Nei, svona. Svona, já. En er ég eins og verið eitthvað suð í hirndórnum? Jó, þetta gerist þarna þegar við tölum. Nei, alveg stakk. Það er samt að það er ekki suð. Nei. Ok, við skulum ekki tala um eitthvað sem hlustendunum geta ekki heyrt. En þarna, jú, hlustendunum að mér augljóslega að heyra þetta. Ég held eitthvað aðeins. En þarna, hvað voru að tala um? Ég var að tala um þríleiki. Já, þríleiki. Og það er einn þríleikur sem er ekki gamanmynda þríleikur. En við erum alltaf langað að horfa á. Og það er The Planet of the Apes þríleikurinn.
Hvað var það ekki eitthvað 9 myndir eða eitthvað? Nýjar myndir? 9 myndir? Já, þetta var já ekki sko, mikið það meira. var mynd frá 1960 eitthvað. Já. Svo kom mynd frá 2001. Og svo kom eitthvað frá 2011, 2014 eitthvað, 2019 eitthvað. Hvað? Og þessa 9-3 sem komuð, þú veist. Já. Já, það er partur af tilvægíunni, sko. Já. En mér hefur alltaf svona, hversu geggjaði það að þetta er einhverju 1.000.000 apar á hestum og AK-47 sem að drepa manni, sko. Þannig að þið ekki gema sér bara. Já, á góðan hátt. Af hverju ertu alltaf svona mikið að sci-fi? Ég veit ekki eitthvað Planet of the Apes. Sko, ég held að Arnmundur sé ekki að fara að geta höndla Hunger Games þegar við þurfum að gera það í ensku, sko. Nei, ég hef ekki Arnmundur er bara að fara að vera. Ég hefur bara engan áhuga á fantasy. Jú, alveg eitthvað tímann, en sko, hefur bara mjög oft hljómalega, sko. Bara raunveruleiki. Já, Arnmundur það bara að horfa. Það er bara það sem er að Við erum ekki að fara að forsa Arnmund til þess að horfa over the hedge, sko. Ant-Man, sagði ég. Ant-Man? Já, Arnmundur það bara að sjá Ant-Man og Út af því að það er með Paul Rudd. Já, reynda Paul Rudd, þannig að þetta er besta vinunum. Já, Við gerum saman sitcom. Hvað heitir það? Það er Too Many Dicks. Já, einmitt. Það var rosalegt. Já. Var á NBC og CBS frá 2008 til 2013. En hvernig finnst þér að Maggi sé að fara að pynta þig til þess að horfa á Ant-Man? Já, þarna ég talaði við hann. Þetta er eins og Clockwork Orange svona festa augun svona opin, skilur við. Sko, já, ég er annarkvort Ant-Man eða She-Hulk. Svona dropa á augun. Annarkvort Ant-Man eða She-Hulk. Já. Nika rankið þess að She-Hulk. Þú settir á She-Hulk fyrir okkur í gær. Já. Og við báðir fórum bara í síma, sko. Já, ég var að reyna að fá okkur til þess að gefa því sér. Þetta árið er bara svolítið gott fyrir kvikmyndir og síðast árið þá var alltaf verið svona óorðsmyndi fyrst þetta eða sci-fi eða eitthvað. En í ár er Top Gun Maverick. Top Gun samt eitthvað skárra í fyrsta þetta og það var viðtal við leikstjórann og hann sagði að þetta var mjög gott vegna þess að síðustu 20 árin þá hefur verið svona óraunverulegar sögur en hann segði að það sé mjög gott núna sem að fá svona sögu álfurni fólk. Þetta er byggt á álfurni fólki með álfurni tilfinningar og þetta er bara svona raunveruleikin í allar sinni mynd. Já. Okay, mér finnst bara mér finnst það mjög jákvæmt í staðan fyrir að sjá eitthvað gæja með skekki og hoppa þakki. Já, mér finnst bara, ég er bara búin að heyra. Það er alltaf lægi að hafa einhverja þannig myndir en það þarf ekki að gera eitthvað 50 ári. Ég er bara búin að heyra að hérna já, hver, hefurðu séð Top Gun séu frekar leiðilega myndir, bara svona boring. Sko, það er þannig að fólk í dag er frábær. Fólk er nefnilega að segja það er líka hérna gæin úr The Good Place þarna, heimski gæin úr The Good Place, hann er í þessu. Fólk er nefnilega að segja sko að þarna fólk er að segja að svona myndir séu boring þannig að það er svo rosalega mikið verið að tala í myndinni og þetta sé svo ógeðslega langar myndir. Fólk vilja bara fá svona fast paced, skilur. Stundum þurfa myndir það ekki. Já. Stundum þurfa að vera langar. Er enda Top Gun var ekkert eitthvað mjög langum? Nei, menn að segja þetta er nefnilega gömul mynd, sko, og gamla myndir voru ekki alveg svona 2 klukkutíma. Það er eitthvað sem ég sakna með mikið. En svo spúfmyndir í gamla daga, þau voru bara 1 klukkutíma 18 myndir og síðan fóru bara allir heim og allir voru að feski. Ekki eitthvað að setja einhverju sama sautt að sætinu 3 klukkutíma. Svo veist, Matthías, þegar hann var að horfa á þarna myndir hana Elona Holmes, hún lesi að það hafi Elona Holmes hvað er þarna Sister Sola Holmes? Já, Sister Sola Holmes Elona Holmes nei, bara Sherlock Holmes kannski eru Soli Holm og Sherlock Holmes kannski er Sherlock Holmes það verður að koma íslensk gamanmynd sem er Soli Holm og Sherlock Holmes það geta alveg verið sko hvað með að það koma svona Sherlock Holmes taktir nema að þetta er Gummi Ben og Soli Holm nei jú, Gummi Ben er bara líðilegast að dúa sem ég þekki Gummi Ben er Sherlock og Soli Holm er Watson hversu geggjað það? bara gaman sko hann fyrir að gera einhverja eftirhermi á Bubba Mortens eða eitthvað já finna út af því að Bubbi Mortens er morðinginn nei tjör væri það geggjað af hverju hvernig er þið leiðilegt dúa? Ég veit ekki, þér er bara Gummi Ben ekki skemmtilegur Gummi öskrar og Soli Holm er fyndin Soli Holm þarf bara að vera með einhverju sem að verðskuldar já, þeir eru alltaf alveg hættir að unna saman sko. Þeir eru ekki unnið saman í mörg ár já,
Hann þarf að vinna með einhverjum. Það verður þess að þið voru ofskettir. Einhver sem orkumikill, orkumeir en hann. Þú veist, ég bara orkumeir en hann, hefur séð landsleikinn hans Gumma Ben. Nei, ekki Gummi Ben. Já, Sóli Hólm. Já, Sóli Hólm, Gummi Ben og Sóli Hólm. Ekki eitthvað leiðinda fótbolta. Gummi Ben og Sóli Hólm eru mest ofvirkustu Íslendingar sem ég veit á æviminni, sko. Gummi Ben bara svo leiðilegur. Hann leiðilegur ofvirkur, Sóli Hólm skemmtilegur ofvirkur. Hann öskrar. Það ekkert skemmtileg. Jú, literally, þú veist. Þetta gafin að ég bara öskra svona. Ok, ég kann ekki öskra, en já. Það að reyna að öskra. En ég ætla hans að tjekka hvort að geðdeildarhljóðin séu hérna ennþá. Já, geðdeild. Geðdeildin. They're coming to take me away. Please, segðu mér að það það. Það eitthvað nýtt. Hvað þetta? Geðdeildin. Já, geðdeildin. 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 Það sem allt talað. Út frá Vitleysu. Og hvað They're coming to take me away. They're coming to take me away. Funny farm. Frábært. Maggi veit bara ekkert hvað í gangi, sko. Þetta kallar Geðdeildin. Ég ætla að tjekka hvort þið komið á Spotify. Geðdeildin. Hvort þetta hlaðar sem komið. Það sem allt talað út frá Vitleysu. Hvað þetta? Pásan svo góð, sko. Alltaf talað út frá Þetta bara eins og Arnar Jónsson. Eða hvað sem hann heitir, Arnar Jónsson. Já. Mér finnst þetta sé Egill Ólafsson, sko. Mér finnst hann hljóma sem hann. Geðdeildin. Sem var í síðustu viðferðinni. Nei, og Egill Ólafsson á Stöðmannum. Já. Sköllum það gæðan. Ok, já, geðdeildin hér. Geðdeildin. Ég var að tjekka hvort þessi koma að spota það. Geðdeildin. Já. Nei, þetta ekki koma, sko. Já, ég er þetta kannski á Apple Podcasts? Þetta myndi, ég skal bara koma þetta. Geðdeildin. Það sem allt talað út frá Vitleysu. Ok, já, höldum að Af hverju þetta blinka? Það blinka. Hekku spurning, en já, höldum áfram að tala. Nú YouTube að rúlla inn einhverjum breytingum. Já, þannig YouTube heitið sem var svona eitthvað. Já, það bínuga. Þetta náttúrulega svolítið fyndið vegna þess að náður að þessa tífi? Þetta ekki komið. Jú, eða komið, þú getur fengið þetta ef þú ert með nú þegar tilbúin. Þetta 14. nóvember. En allavega, sko, vegna þess að pældi allir þessi fræði YouTuber, svo PewDiePie og Mr. Beast og eitthvað. Ég þurfa bara að ná sín, þau eru allir með fólk bara sem verður á miðnætti 14. nóvember bara. Nei, ég held þess að ég er búin að gera eitthvað samning við YouTube til þess að fá að halda. Já, gæti þetta verið. En ég ætla að reyna að ná þessu tífi. Þurfa bara að skrifa @merkin. Nei, þetta er bara eitthvað nýtt sem mánum það maður vill. Þetta er bara eitthvað, ég veit ekki hvað. Þetta er svo við getum takað fólk í vídeónum okkar. Já, ég meina. Þetta er sneitt, þetta er alla fyrir YouTube Shorts held ég, en já, þetta er sneitt. Ég vona bara að YouTube gerir ekki enn einu fucking trash ákvörðuna til þess að breyta vefsíðunni sinni. Þeir koma alltaf með verstu ákvörðunum. Nei, þú ekki þessi geðdeildi bara ekkert koma út. Ég skal láta ykkur vita inn að sáðum. Ekki fikk því þessu. Ok, já, ef kannski að fara í flugu bara. Já, kannski þetta var ekki í 23 mínútur. Já, kíkjum. Ég er búin að glöma. Jú, kíkjum á Kappsmál fluguna. Já, það var nýtt þetta Kappsmáli. Við skulum líta á það. Þegar svo flugu búin, þá skulum við fara í lið sem ég er með. Ok. Komið sæl og veru velkomin í Kappsmál. Ég er Bavi Valdimar og ég elska íslenska tungumálið. Hérna, það er dóp, sko. Það er dóp. Það er dóp. Já. Loki. Einmitt Gústi. Þarna, já, eins og við sjáum þá erum við hérna komið með Gústa B. og Siggu Kling. Það er alveg vissla að vera með Siggu Klingaberg. Það er vissla. Ó, Gústi, við erum Eru þið ekki saman eða eitthvað? Nei, já, við erum saman, við erum alltaf að deyta. Nei, Sigga, ef ekki að segja sannleika, við erum ekki saman, sko. Við erum víst saman. Hún er að ljúga. Hætta bylla, Gústi. En Sigga,
Ég get séð í framtíðina Þetta er bara geggjað, sko. Við erum saman. Ég er Bragi Valdimar. Við erum ekki saman, sko. Jú, víst. Já. Legari. Ljúari. Ekki fara áfram með eitthvað. Jú. Spilum eitthvað leiki. Svo í hinu liðinu höfum við þarna Reykjavíkudæturnar. Jóhann Alfreð og þarna Vigdísi Knútsdóttir. Hæ, ég er Vigdís Knútsdóttir. Vigdís Knútsdóttir. Og hérna komið Jóhann Alfreð. Já, þetta er ég og Jóhann. En við skulum fara yfir í fyrsta. Ok. Við höfum þarna fucking stafasúpuna. Ok, skulum byrja. Þarna Ok, þannig Ok, ég ætla að byrja. Ást er í loftinu á milli Gústa og Siggu. Ég er Bragi Valdimar. Er þetta kannski þarna Jóhann A. Árnason? Er það kannski? Nei, þetta er Ást er í loftinu á milli Gústa og Siggu. Það er ekki, þetta er Jóhann A. Heyrðu, þetta er bara allt komið í kál. Segir ekki alltaf áfram bara. Þetta er algjör vitleysa. Ég var refsandi Gústi Junior. Ég er Bragi Valdimar. Og þessi refur er okkar. Heyrðu, þetta var rátt. Ok, já, sko Sigga, þú voru aðeins að lifa mér. Þú voru að lifa mér aðeins, sko. Að gera eitthvað. Oh, you flirtatious. Ok, hvað það tala, Sigga? Er það eitthvað stöðug? Heyrðu, við þurfum eiginlega að ljúka þessu, sko. Já, er það ekki bara? Það er bara Sigga Kling. Ok, ég er ekki að deyta Sigga Kling. Ok, Sigga. Nei, við þurfum að ljúka þessu, þetta er búið. Ok, ég er fann. Þetta er búið. Ég er Sigga Kling. Ding, dong. Ég er Sigga Kling. Hún Sigga Kling. Hún er bara ekki skritin, sko. Þetta var mjög skritin þáttur með henni Siggu. Var Sigga Kling, varst ekki að segja Sigga Beintins? Sigga Kling. Þú sagði Sigga Beintins. Nei, ég sagði Sigga Kling. Þú sagði víst Sigga Beintins. Hann sagði Sigga Kling. Þú vil bara heyra hvað þetta var Sigga Kling, ekki Sigga Beintins. Já, Sigga Kling. Ég held þú hefði fyrst verið að það er Sigga Kling. Ok. Sigga Beintins. Þú er Sigga Kling, hvað heldur að Sigga Beintins var bara hvað, ég er að deyta Gústa B. Jú, reyndar, þetta er Sigga Kling. Já. Leggjaðu, sko. Nei, hún er bara geggjuð, sko. Þetta er bara sko. fyndin típa, sko. Já, kannski ekki. Hvað, ert þú mikið láta? Það gæti verið að þú sért að fara að hitta hana í framtíðinu og hún bara veit að þú veist að kakla mig geðveika. Já. Bara passaðu hvað þú ert að segja þetta fólk. Já, mér er frekar, ég hef ekki mikið náttúrulega að tala við hennar. Akkur er þetta að taka þig úr? En það er bara geðið, hvað er við? Fluguna eða? Við erum búin að fara í fluguna. Við tökum hann eftir Maggi, þú skilur ekkert hvernig kjallakofi virkar núna. Þú ert ekki að hlusta á okkur Já, ég veit ekkert hvernig þetta virkar. Nei, hlustaði bara á okkur. Hvað, erum við svona ógeðslega leiðileg? Viltu ekki hlusta hlaðar með okkur? Hvað, er það á leiðilegan tíma hérna að tala um trilogy? Farðu bara heim til hérna, eða nönnur. Ég nenni bara ekki. Þú út með spurningar, segðu það ekki? Nei, þetta er annar lið, ég er með tvo lið. Þetta er hérna, þetta er eitthvað. Ertu búin að græða þetta? Ég er búin að græða þetta. Þetta er svona umræðleikur, sko. En hvað er það sem gerðist? Hvað er á listanum þínu, Margmundur, í dag? Ég skrifa ekki, ég er bara með lista í hugunum, sko. Ég lista í hugunum? Já, ég er með svona nokkur umræðafni. Nei, við erum að fara í, betur, hvenær er að fara að byrja þessu, ekki? Já, betur, við erum bara að byrja núna. Við erum bara á netinu aðeins. Já, það skulle bara taka umræðafna með hann. Já. Ok, herru, en ég horfði á mynd í gær. Hvað mynd? Og sko, þessi mynd, enginn okkur hefur leikið í svona íslenski bíómynd, fyrir utan Gulrætur, svona eitthvað stöðmynd. En enginn okkur hefur eiginlega verið svona tengdur íslenskra mynd. En ég horfði á mynd í gær sem að einn af okkur er mjög tengdur. Og hann svona einn af okkur, hann næstu í leikumyndinni, hann gerði allavega frekar stórt hlutverk. Já, það er Úlfur Varnason sem við erum að tala um, sem gerði stórt hlutverk. Úlfur, þú veist hvað ég er að tala um, ekki? Já, ég man þig. Já, ég horfði á það mynd. Fyrir það sem ekki vita, þá teiknaði Úlfur rotþró. Já. Sem birtist í. Sástu teikninguna? Já. Varstu ekki alveg djöglega, þetta flott mynd, maður.
Já, þú veist hvað, þetta var 2016 eða eitthvað, sko. Já, ég literally bara teiknaði grænan kafbát, sko. Þetta átti að vera svona kafbátur /rótró, sko. En þessi mynd var alveg sýnd bara svona í 20 sekundur. Þetta var alveg fyrir stóra sinna, sko. En þetta svona eina fáum íslensku hryllingsmyndanum. Já. Og hún var bara fyrir góð, sko. Þetta var alveg svona gæsahúð. Ég er að segja það, sko. Já. Ég hef aldrei séð þessa mynd en ég veit hún er góð. Þú vill ekki bara horfa á hana? Hvað máttu ekki horfa á hana? Jú, örugglega. Hún er að Stöð 2+ fyrir áhuga. Ég veit allavega hana, þú veist að... Já, ég ætla... Mjög dark, þú veist, hluti með rótrófina. Þetta er allt út af því að það var lík. Já, vilt ekki vera að spóila. Fólk ætti bara að vita það að spóla yfir hana part fyrst að vera að tala mynd. En á ég ekki að taka mynd af myndinu þinni og setja inn á Instagrami svo fólk viti hvað við erum að tala Já, Kallakofan þá. Já, Kallakofan. Þannig að farið núna inn á Instagram Kallakofan og nýjasta myndinu þar eða kannski að hlusta þetta 2 ár. Já. En alltaf farið á myndina sem kom út 23. október. Þetta er 2016. Þá var ég Þá varstu 7 ára. 7 ára. Þú ert náttúrulega fættir í loka ásins, þannig að þú hefur eftir að vera aftur á 7 ára. Já, ég var 7 ára. Á 8. árinu. Þannig að farið inn á Karlakofan Instagram og það er mynd af rótþrá sem það var bara þannig, það var bara þannig að mamma kom heim, hún var svo glöð, hún sagði mér, Úlfur, myndin þín var völd þarna fyrir myndina. Ég var svo glaður. Hvernig var þetta? Bara... Mamma sagði að það var verið, þú veist, að fara þú veist, verið búið að senda ykkur að frétta ykkur svona það að það er verið að sækja fyrir mynd frá börnum til þess að teikna þú veist svona rótþró, græna rótþró. Og mamma spurði hvort að ég geti tekið þátt í að teikna eina mynd að rótþró fyrir þessa mynd. Og þarna... Hvað geim þetta bara hérna? Og þarna... Hvað ætlar að sýta hér? Fyrir hljóð? Ég er með liðinu. Hvaða hljóð þarf það? Ég ætla að spila hann smá intro. Já, Við bara notum ekki þessi hljóð lengur, sko. Bara einstakar sem ekki má fyrir. Þarna, en já, og ég gerði svo myndina og svo bara fór mamma með myndina í þetta, þú veist, event það svo að vera að velja. Og bara myndina hennar mömmu var völd. Eða mín mynd. Já, en ég var að reyna að leita í þakkarlistanum. Nafnið þitt var ekki í þakkarlistanum. Heyrðu. Það með þess að... Og heldur ekki nafna á mömmu þínu, sko. Heyrðu. Sýndist mér. Ég sá það ekki alveg, mér sýndist það ekki, sko. Þú ert ósattur þetta. Þú getur bara farið í málvið. Þú getur farið bara í dómsalinn og segja bara, heyrðu, þú ert að þakka mér. Ég var ekki kreditaður. Nei. Ég man þig. Það er leðilegt. Hvaða rugl er það? En við vorum að tala um gulræt. Hefur ekkert maður sagt söguna frá gulrætum? Heyrðu, ef þú ekki fyrst að fara í leikinn minn. Jú. Við getum fara að byrja á því bara. Þetta er stuttuleikur sem getum við tala aftur um Er þetta spurningasaga? Þetta er ekki spurningasaga. Þetta er svona would you rather, sko. Would you rather, bara hvort myndir frekar. Já, hvort myndir frekar. Já, ok. Þetta er það dagskalur í FM 95 blöða. Nei. Þetta er öðruvis. Ok. Þetta er samt, would you rather er bara miklu meira. Ok, hérna Kallakova would you rather. Ok, þetta er hérna. Þurfum við endilega að sjá þetta? Nei, en Þetta er hlaðvarp. Þetta er hlaðvarp, ok, já. Ok, hvort myndir frekar hafa bara jól eða allar aðrar hátíðir nema jól? Bara jól. Ég myndi segja bara jól líka. Já, ég er sammála. Jólin er eiginlega bara svona mest allt. Afmæli myndi líka vera farin alltaf. Ha? Já. Það er ekki hátíð, Maggi. Ég myndi samt segja jól vegna þess að það Afmælisveislur hjá drottningu Englands værist þú í svona stór hátíð. Já, nei, en það fekk burt. Þetta er bara afmæli hjá... Það myndi ekki skipta neinum alveg eitthvað því að afmæli í desember hvað sem er. Ok, já, eigum að halda... Ég veit ekki okkur fyrir að valja. Ok, hvort myndið þið frekar frá endalaust nammi eða endalaust hérna gjafabréf í bónus? 50% afslátt af hverju vöru. Endalaust gjafabréf. Endalaust gjafabréf. Ég er ekki fyrir. Ég nenni ekki að borða eitthvað endalaust nammi allan daginn. Já, ég held að bónusgjafabréf 50% væri gaglara. Já, þetta er bara hensilegt. Ok, Netflix eða Disney Plus? Netflix var ég líka. Já, Netflix. Disney Plus er enga TV-tésmynd.
Nei. Reyndar hefur Netflix heldur það hefur Community Akkur aldrei Netflix og Disney Plus? Nei, Netflix hefur Last Laugh. Einmitt. Ok, Ég hef satt aldrei séð hana. Hvort myndið frekar eiga Gameskip? Já. Eða Risastórt Mansion? Risastórt Mansion. Af hverju, hvað myndi ég Hvað var að gera með Gameskip? Fara út í game, já, Risastórt Mansion. Heldur að ég treysti sjálfum mig til þess að fara út í game? Nei, Ég er með fucking ADHD dingus, hvað á ég að gera? Dingus? Ok, hvort myndið frekar vilja fljúa eða shapeshifta? Hvað, shapes? Veistu hversu gaman er það að geta breytt sér í bara, þú veist, Chevy Chase? Já, Shapeshifta, sko. Þú getur fengið Ég geti rekist á eitthvað. Já, þú getur fengið að fljúa bara með því og láta Ég myndi þetta mjög mikið vilja eiga svona teleport svona. Þú getur teleportað til Bandaríkjanna. Það er svo leiðilegt. Nei, literally það getur bjargað þér í mjög ef einhver fucking krakkaður að elta þig, þá getur þú bara teleportað heim til. Og líka þú ert að fara í skólan, þú bara teleportaði beint í skólan, eða bara þú ætlar að hitta eitthvað, teleportaði bara. Já, það er svo mikið svindl á lífinu samt. Eða þú segir bara, heyrðu, djöðlanga mikið fara á Burger King. Það gerir bara lífið mann samt svo of auðvelt, sko. Já. Nákvæmlega, heyrðu þetta, ég er bara með þessi nokkur. Var þetta allt? Já. Var þetta allt? Já. Bara með 5. Vá. Gaman. Varstu ekki með neitt annað? Var ekki einhverju Ég er með sína eftir bara. Já, ok. Tölum okkur um myndinni. Nei, það var, við vorum að tala um einhverju mynd. Gulrætur. Já, gulrætur. Ok, allavega. Ég held að þetta var ok, ég ætla að færa mér hendar aftur í sætum mitt. Já, með svo mikið vesena að sást ekki í andlitum mitt. Þið völdu í tökuna sem sást ekki í andlitum mitt. Það sem er eiginlega best með sko. Allavega, við skulum byrja á byrjunni. Haustið 2018. Já. Ég ætla að byrja bara eins og eitthvað svona góð bók. Bara bókin um gulrætur. Og bannaði að grípa fram í makki. Ég er víst. Allavega, ok, haustið 2018 þá já, þetta sko, ok, við þurfum að byrja hans fyrir sko, vegna þess þegar við vorum í frístund eftir skólanum í svona 3-4 bekk þá var gæinn 3 bekk. Þegar ég var að fatta að þú gerðir ekki einu sinni intro. Jú. Já, þetta er svo sannarlega intro sem allir munu þekkja. Smáleikur, við ætlum að gefa allir hljóðum einhver fyrir þetta 10. Byrjum núna. Ok, ég það held á mig. Ok, ég segi það sem ok, ég ætla að gera þetta mjög 8, 7, 3, 2 1, 9 1 ok, takk fyrir þetta, heldur áfram. Ok. Nákvæmt, þú voru lélega reyngur. Allavega. Þetta er 10. Kannski ekki. Okay, allavega, sko, þannig að þá vorum við í 3. bekk og þá var eitthvað þetta taka upp 3. bekk? 4. bekk. Það var svona kvikmynda. Vorum við í alvörunni í 4. bekk? Nei, það var í. Við leysum við varum í 5. Ekki gulrætum, heldur, við erum að byrja hans að þér, vegna þess að í 3. og 4. bekk þá var alltaf að gera eitthvað myndir í frístund. Já. Og maður sem segir það, hann var síðan leikstjóri. Bergur. Allavega, við erum kannski bara að segja hvað myndin hér. Og sem sagt, ég var eitthvað ekki til þannig dag, hann var ekki gefið neina bíómynd eitthvað. En allavega, og hann sem sagt, síðan var önnur kona sem var líka með þetta. Já, hún var líka í frístund, sko. Já. Hún kom í 4. bekk. Og síðan þau voru bæði. Hvað, af hverju veist þú þetta svona vel, Maggi? Ég man ekkert, þú veist. Og allavega, og þessi kona, hún er þetta mjög góð vinkona frængunar. Þau lögðu saman íbúð. Og þegar hún var að gera saman mynd. Var hún líka að vinna í frístund? Nei. Já, einhverjum tímabúti. Hún var saman með yngri krakka, en allavega. Þá voru þau, og einhvern tíma þá var hún, þau 2, Bergur og þessi kona. Svo líka mann ekki hvað hann heitir. En allavega þau ákveðu sem sagt að búa saman til stuttmynd. Og það hann var útskrifast kvikmyndaskólanum, Bergur, þetta var útskriftaverkefni stuttmynd. Og hún þetta var að sýndi Bíó Paradís og eitthvað. En allavega, og sem sagt hún, og sem mann hún aðstofleikstjórinn að við vorum alltaf eitthvað að taka eitthvað upp í 3. og 4. bekk og vildi fá okkur til að leika í einu atriði og hún bara man ekki hvað við hétum en þá gæti hún tala um frænku mína og hún hafði samfélagið við mömmu mína og sagði mér frá þessu og ég sagði ykkur frá þessu þannig að við 3, Mattías og Snorri fórum í áreitnarprufur. Já. Og fyrir það saman við fórum fyrst í áreitnarprufur sko. Það voru 2 hópar sem áttu vel að melda við fengum starfa og mættum ykkur á nokkra æfingar
og þetta var mjög ok, þannig að þetta er mjög skrýtið mynd þannig að það fjallar gæja ég man ekki eftir áhrifum ok, ég ætla að fara, ég sá þessa mynd þið hefur ekki séð þessa mynd Sáðu þið þessa mynd? Já, hún sýndi eitthvað tíma nei, ég hef ekki séð ég man aftur að ég fekk að senda eitthvað það var hægt við að sína bíó við vorum ekki bóðunar eitthvað, þetta var umröðlegt en þetta fjallar hann jú, þetta var sýnt í bíó ég man eftir því við vorum bara ekki, við fórum ekki já, nei, þau ætlaðu að bíó okkur maður sögur bara neina, menn ennum ekki það er algjör hálfutæmsökrar við erum alveg frekar sér og hlutverkjum en allavega, þetta var þannig að þetta fjallar gæja, hann satt á bar síðan kæra sem sagði hann var að hætta með hennum og síðan satt hann í strætóskili sá nunnu að borða gulrót nei, þetta var eitthvað fucking gríla eitthvað já takk eitthvað rætur og eitthvað gulrætur og síðan fór hann inn í strætóin og þar voru við 5 okay. að ráðast á hann með tyggigúmi við þurftum að æfa okkur að blása tyggjó og ég kunni það ekki ég bara náði því aldrei nei, ekki heldur og þannig að við vorum og þannig að Matti borðar ekki tyggja þannig að það tyggur ekki tyggja þannig að þetta var vesen og þegar mættu þarna þetta var bara eitthvað stræt það tók ógeðslega langa tíma þetta var eitthvað 5 tímar að taka þetta upp já af hverju var þetta ógeðslega erfitt og hann var rappinn í strætóan og við vorum svo sitið það aftast og hann sagði eitthvað strókar en það færi ykkur þá fórum við að skelli hlæja og síðan löpum við á hann hættu að hlæja og síðan sparkaðu við ég voru svona þannig að datt niður og þetta kom 2018 minnir líka hann heit eitthvað Siggi og hann er orðinn frægur hann leit út eins og víkingur já, Víkingur Heiðar nei, ekki Víkingur Heiðar Víkingur Kristjáns já, Víkingur Kristjáns mér fannst það líta út eins og hann ef við síðar í hár og síðan kom eitthvað strætóbíl sem segja eitthvað sussustrák já, ég veit sussustrák síðan vaknaði hann og þetta var bara draumur já, einmitt, hann var líka í einum skjáþætti þegar Maggi var að taka vitur og vorum að borða í strætó já, við fengum þetta já, við tókum upp ef það hefði segja það var svo geggja ef þegar við sé átjörn á skjánum þá tókum við upp mikið af senum vegna þess að milli taka það höfum við ekki að gera þannig að tókum skjásketsa og HTX sketsa eitthvað við tókum upp mjög mikið af sketsum og hann var í einu sketsinu strætóbíl og það sem hann var að borða svona já, það er bara stránglega bannað að borða í strætó þetta var fyndið sko þetta var geggjaður skets sko við langar að horfa á núna já, þetta var ekki með fyndið og ég man að þú veist í bakgrunn og svona já, ég var að reyna að gera svona eitthvað background gag eitthvað herru, allavega, en síðan vaknaði síðan þessi mynd enda þannig að hann vaknaði og hann eitthvað og síðan eitthvað fór hann niður hann var ekki uppi og hann sá eitthvað konu og þau borðuð sem að gulrætur fór í sleik, myndbúin ég skil ekki í þessum mynd, ég hef aldrei skilað hana en síðan man ég þátt að endur klippan og aðstofar leiksann var eitthvað óánað með hvernig hann var klippt en ég veit bara ekkert þessa mynd sko ég er bara að sé eins og ég held að þú sé bara lost file sko já, þetta var mjög skrítið mynd sko algjör geima sér voru við ekki klipptir út úr endurklippingunni nei, það var bara eitthvað tónlist en eitthvað, ég manna ekki hún var held ég aldrei endurklipt, það ofta bara að gera það var eitthvað drama en já, ég mjög skrítið mál talandi hana með background gag sem ég var að gera hana í sketsunum já við höfum verið, þú veist við höfum gert mjög mikið af background gags over the years eins og til dæmis í næstsíðu skjáðatunum það sem mummi var að drekka áfengi já, gauð, eða vatn þetta var bara vatn já, þetta var bara vatn okay, og örgulega uppáhalds background gagi mitt í skjánum var ekki beint background gag Silli Garðirkju maður það var ekki background gag það er eitthvað background gag er, þú veist þegar það er, þú veist, background gags eru mjög oft notuð til þess að þú veist bara ná allri athyglinni, skilur þannig að það er eitthvað sem fólk þarf ekkert að hlusta á en getur það en það er eitthvað sem nær manni miklu meira athyglinni sem er þarna í bakgrunum og þess vegna elska ég þær og þess vegna vildi ég alltaf gera þær í þáttunum en Mangi, þú ert í peysu með hryllingsþáttum Sesame Street hann segist verða alltaf að vera eitthvað þú veist í ykkurum það heyrðist ekki í strengur ertu næri hann segist alltaf þurfa að vera í ykkurum fötum sem merkir að sé hinsegin ertu ekki með heyrnartólin? Nei, ég er ekki með alla mannstu muni eftir í jólaþættinum þegar þú Maggi varst líka bjá njá 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 njá
Dám Má skemmta því Já Og hvað maður gerir maður aftur? Já, Matti var eitthvað svona Nei Við erum að taka upp story mér Ok, gerum þetta 1, 2 Bjá, njá Nei, í alvörunni Ég man ekki hvernig Nei, Ok, tökum við hitt story Nei, við erum ekki að fara Já, ok Ekki þetta hitt sögðu Ok Please Maggi, þú Fólk á eftir að halda að við séum einn mest úreldustu Úreldustu Er það úreldustu? Já, úreldustu Ok, já, ég skil hvað Ok, 1 rá Við erum að taka Karlakóan og það er leynigestur Gamall meðlumur sem kíkir í þáttinn Já, þetta er ekki beint leynigestur núna þegar þú tók Nei, þú ert ekki verið að pústa þessu fyrir þátturinn búin að vera úti í þetta Það meikar einan sans Þetta verður að vera leynilegt Það öðrum alveg saman það ekki Nei, setjum filter eða eitthvað þannig að það sjáast ekki í mig Ok, gerum þetta Fólk á augljóslega eftir að halda þetta sér þú, sko Ok, hvað skipta Já, þú sagðir að vildir ekki hafa þetta leynilegt Ok, Akkur ertu bara, ok Ok, þú þurfa ekki að vera þessi Segðu bara eitthvað með dýpra röddu Jæja, nei Ok, Armundur Ok, veitu, ok Þið báðir komið með mest cringe hugmyndir sem við veitum Ég var ekki að gína þarna Ok, fyrir Það er Karlakóin og það voru leynigestur Já Kannski gamall meðlumar jafnvel Einmitt, hann er beint við hliðina á mér Kíkja á þennan Og við ætlum ekki að sýna Hann vill ekki sjá sér myndalinn Já En þú búið að vita hver það er á morgun Og ég segði, hæ, ég heiti Maggi, ég leini ekki þessi Karlakóin Þetta kemur á morgun Nei, við erum að hættum þessu bara Við erum að taka þáttinn Ok, getum við reynda að tísa eins og við getum að það sé allir Nei Hann er að fara að hringja okkur og segja bara, hvað er það? Já, það er fyndið Það er látt þess að allir sé fara að koma og bara Allir áttur að berja þig Já Miður Já, hann er alltaf að berja fólk Hann er alltaf að berja fólk Ég er alltaf að berja fólk Hann er alltaf að berja fólk Nei, ég veit það ekki Nei Hvað? Það sé ekki að berja Nei Akkur þetta hann eitthvað að berja fólk Nei, ég veit það ekki Nei, þú sagði Ok, jæja, eigum við að fara í eitthvað Ef ekki taka inn á flug Jú, við ætlum að fara í aðra flug Nei, það var spurningasögur Síðan komum spurningasögur Já, við þurfum að fara í sögur sem vá Nei, sögurstöðir Ég hef svo Við vorum að fara í flugu Það er fluga Ok, við erum komin aftur frá flugunni Velkomin aftur Nei, ég þarf að skrifa það niður Maggi, þú ert að flýta þér of mikið Hæ, verið velkomin aftur í fluguna Svona, hvenær tilkynntum við Ok, við skulum kíkja í flugu núna Halló, ég heiti Jói Ben Og ég ætla að selja þér Bánsa Þetta eru bánsar Þetta eru bánsar og 50% afslætti Komið til mín í Kólaportið á sunnudögum og fá ykkur góða bánsa Geggjaðir bánsar Þið getið líka fengið ykkur ókeypis svala ef að þið viljið Eklupakkin Siggi Sigurjóns ekkert mál bara Túborg Bababúi Ok, takk fyrir þetta En fyrir Já, einmitt Þetta er einu stór skemmtileg fluga Það er Edda Ok, Maggi er að læra þetta Ok, þannig að við skulum fara í sögu Gerðu intróið Ég ætla að koma í sögu stund Sem hvað? Kemur, ok, þú tekur við tala bara Ok, ég ætla að taka upp smá störu En alltaf, hafði þetta bara stutt Við erum ekki mjög tíma Ok, við skulum fara í þetta Hvernig Sögustundin okkar Var þetta ekki svona? Eitthvað svona Ok Komið sæl og verið velkomin í sögustundir okkar Hérna eru komið frábæran gest hingað til okkar Mættirðu kannski kynna þig? Hæ, ég heiti Einar og ég gerir svona foley í bíómyndum Foley? Hvað er það? Já, ég gerir svona hljóðin Svo þegar það kemur fugla gerir ég svona Skilur, þetta er svona með Ekkert að taka upp Instagram story Það er mín sérgrein Hættu Ok, já Þetta er hljóðið sem ég geri þegar ég þarf að gera sprengingar Já, foley, segirðu Já, foley
Geturðu, þú veist, af hverju þetta gera þessi hljóð? Þetta hefur verið ástríða mín síðan ég var barn. Hvaða myndir gerðurðu hljóðun fyrir? Hvaða myndir? Star Wars 2. Spaceballs. Já. Spaceballs. Og amma þín Hóra. Stuttmynd frá árinu 2002. Hvað, eitthvað riff, eitthvað? Nei, þetta var sýnt fyrir á undan Finding Nemo á Íslandi. Amma þín Hóra, hvað er það ekki eitthvað viðeigandi? Já, mjög viðeigandi. Nei. Jú, víst. Nei. Já, við ætlum ekki að tala amma þín Hóra, við ætlum að tala í sérgrunum mína. En þetta er partur af ferilunum þínum. Amma þín Hóra frábær mynd. Já, af hverju viltu þá ekki tala hana? Út af því að hún ekki beint fyrir almenna... Af hverju viltu þá ekki tala hana? Hún ekki beint svona fyrir almennan markað, við skulum bara segja. Sagður ekki að hún væri mjög viðeigandi? Hún svolítið svona blá. Þú veist hvað ég meina. Hæ? Nei? Þetta er K-mynd. K-mynd? K, endur á M. Já, klámynd. Já. Bláuspólur. Já, bláuspólur. Gerður hljóðin í því? Já, ég sá að móna fyrir það mynd. Þetta því að leikonan, hún bara kunni ekki að móna. Já, það. Já. Hún var orðin of gömul, bara hún gæti ekki móna lengur. En já, í öðru máli, ég var halda áfram að fara yfir fjallinu minn. Einmitt, þú skal bara halda áfram að tala. Já, ég gerði hljóðin fyrir Microsoft Word. Geturðu tekið? Já, ég gerði hljóðin sem kemur þegar þú skrifar en talna. Ertu með ASMR rás? Auðvitað. Það er draumur allra fólega listamanna. Ég skal fara í áskrift. Einmitt, ég skal fara í áskrift. Ég er með, ég á 3 börn. Ég bý með konunum minni í Los Angeles. Ok, þarna gerur eitthvað fleiri hljóð fyrir utan myndir? Ég gerði, já, Microsoft Word, sem ég sagði. Er það ekki mynd? Nei, það er forrið á tölvu. Ég er að vinna í glænýju Sheets update, við erum að fara að bæta við fóleik hljóðum eins og þegar þú ídra enter er ég að fara að segja þetta er nýja enter hljóð. Já, þetta er bara ég vil ekki hafa það, sko. Jú, síðan þegar við skrifar en 2 lunnar þá kemur Nei, bara drugla þér út. Gerðu það. Þetta er hattursára. Eins og ammaðin. Fóla í listamenn. Cure for cancer. Af hverju er komið? Ég ætla einmitt. Af hverju er komið að... Ég kem hérna Epic movie er cure for... Epic movie er cure for depression. Hvað er í gangi? Ía mía mú. Þrýja mingos. Þrýja móna. Farðu bara á hópenduglukkana. Ok, bye. Þetta er hljóðið sem gerist þegar ég hópenduglukkana. Bye. Þetta var líka ég. Ég er dáin. Ok. Já, þetta var enn einn sögustund. Og þá er komið aðeins á málfræðinu. Þetta er svona, sko, ég ætla að gera svona. Ok, ég leiði mér actually að gera svona alvörunni. Ok, byrju, reyðum að setja þetta á super sensitive. Ok, alltaf með. Halló, í dag ætla ég að sleikja mikrofón. Ok, þetta er ekki að fara að gerast. Þetta hefði ekki, en alltaf, sko, það er mjög vinsælt og það er svona... Við ætlum aldrei að bjóða þér aftur í kompuna ef þú ætlar bara að eyðileggja allt á borðinu. En alltaf, þetta er svona, það er verið svona að nutta hausinn, það var að nutta hausinn á sköllóttu manni, það er svona... Bara svona... Sko, það er mjög vinsælt, svona... Þannig að kemur bara með bubba bort eins og eitthvað stríkur svona skatt. Það er mjög vinsælt sko að líka svona lækni eitthvað svona, já í dag ætla ég að sjá, mjög mörgum finnst það svona satisfying að þú veit svona eitthvað, já ég ætla að sjá augun þín flott. Þú veist, ég er farið til Bjarna. Já, ok, já. Ef maður fer Maggi, hættu að reyna að drífa þennan þátt af svo þú getur komist heim. Það er þú sem vildi komingað, sko. Hvað, viltu fara heim til þín? Nei, það er ekki málið. Ég vil bara ekki heyra söguna hjá Bjarna. Af hverju?
Hvað veistu, Bjarni verið svo ekki skemmtilegur? Nei, ég held bara að ég að láta okkur líða mjög óþægilega. Þegar maður fer á YouTube, þú ert sá eini sem líður óþægilega. Það að þegar maður fer á YouTube hans, þá bara fullt einhverju ASMR hjá hann. Hann með ASMR? Rás? Nei, hann með... Ég get bara ímyndað með Bjarna með einhverju ASMR rás eitthvað. Veistu hvað ASMR er? Veistu hvað ASMR er? Auðvitað veit ég hvað það er. Það tilfinningið það í stað allt. Ég veit hvað það er sem... Er Bjarni með ASMR? Hann með? Já, veistu vitið ekkert ASMR? Jú, þetta er svona eitthvað... Hann hefur mjög gaman að þú er svona sensitive hljóði, svona, það róar hann niður. Það er mjög veist að gera svona lækna ASMR. Hvað er þú að horfa á? Ég er ekki að horfa, ég er bara heyrt tala þetta. Er tannlæknir sem þú hefur svo gaman að alltaf svona, ok. Nei, það er svo mikið fólki. Já, það finnst svo gaman að fara til að lækna sig. Píanó. Já, það er eitthvað svona, já, horfði í augun, flott, já. Ég fengi þetta í For You page og TikTokin, algjör kjátt það. Já, hafið þið séð þessi vídeo sem eru áhugaverð? Nefnum síðan erum við bara með eitthvað hafið þið séð TikTok live með barninu sem hefur risastóru höfuð? Já. Það fær mig alltaf í fólki. Twitter komið svona scrollmót eins og á TikTok og Instagram. Og hvað, það fullt af einhverju börnum með risastóru höfuð eitthvað? Nei, maður ítur á vídeo og bara skrolla. Sem lætur augum vera svona rángkvolf. En þarna, ef við ekki að ringja eitthvað? Nei. Ef við að ringja í... Við erum með símat. Ef við að ringja í Jóhann Alfreð. Nei, við erum ekki að fara að gera símat. Við erum að fara að ringja... Það er dagsalvi hjá okkur. Já, við erum bara ekki að fara að gera það í dag. Jú. Ok, þá er ég fær. Við erum bara að fara að ringja í Jóhann Alfreð samt. Við erum að fara að ringja í Jóhann Alfreð. Afsakið að Maggi miskildist með henni. Ok, já, ætlum við ekki að ringja í Office Ladies? Þið komum bara aftur. Ok. Ég vil eftir þetta. Svo. Ég þarf að tengja þetta við blátönuna mína. Set action. Ég vil þetta mikið þetta. Svona. Er það ekki lengur með snúru? Nei, það er ekki á nýja iPhone-unum. Já. Ég spilði bara svona, herru. Þannig að við ætlum að ringja í hann Jóhann Alfreð. Jóhann Alfreð. Þetta er vikulegur dagsalegur hjá okkur. Við ringjum alltaf í hann bara. Og þetta er skemmtilegt, sko. Tjekkum við kannski á Office Ladies. Ok, hann svarar hann. Halló? Sælvinur minn. Er þetta þig aftur? Já, veitu hvað segir það? Ég segi bara allt þín. Herru, hann Maggi, hann er svolítið mikið látandi en hann langar að spyrja það henni. Maggi? Maggi? Hann var meðlumur, hann hætti hann gestur í dag. Já. Mikilvæg spurningur fyrir Jóhann Alfreð. Já, hvað? Jóhann Alfreð, er jörðin flöt? Hæ? Er jörðin flöt? Nei. Leikari. Ég heit sko sagt þér það að jörðin ekki flöt, sko. Herru, en þarna... Býtu, hvernig kemur nýja sýningarni á með Ísland? En hún kemur bara fljótt. Já, þú ert hálfúti, bæ. Algjör hálfúti en Jóhann Alfreð. Herru, Úlfur, sko, Úlfur hann þolir ekki þegar við syngjum í Jóhann Alfreð. Hann fer alltaf fram. Bara finnst það vandræðilegt, sko. Já, Svona hann er ógeðslega næs. Af hverju varstu það? Ég heyrði að hann kalla hann hálfvita, sko. Já, það er bara grín okkur, við erum svo góða vinn. Veitu, hvað? Ok, en við erum komið annan gest sem við ætlum líka að hringi. Út af ykkur ástæðu. Hæ? Já, við ætlum að hringi inn annan út af ykkur ástæðu. Býtu, ok. Hvað, Maggi fara hann á klósettið það? Já, hann sagði okkur einu sinni. Hann sendi bara SMS núna. Við ætlum að hringi inn annan. Minna djúlsvell. Við erum með annan gest sem við ætlum að hringi. Daginn. Halló. Hver er þetta? Þetta er Jón. Gnarr eða? Nei, Jón leikari. Jón leikari? Jón leikari. Jón. Jón, hvað er síðasta nafni? Ég er að fara að leika sig í glænýri kvikmynd. Þetta er ekki símaðinu. Anna, kallar mig, viltu ekki þessu? Þetta er ekki myndi. Já, það er ekki. Við þurfum bara smá til þess að klára á fjármagna myndina. Hver er þetta?
Þetta einhver Jón leikari. Ég þarf að veða þú veist ekki eins og ég heiti, sko. Ég eitthvað Jón.is. Þú ert Armundur. Ok, þetta eitthvað stalkjar, ok, þetta var creepy as fuck, sko. Hvað var þetta? Hver var þetta? Þetta var Jón leikari. Já, þetta var ógeðslega skrítið. Hann eitthvað partur á riff eða eitthvað. En þarna, það endar eitt, sko, sem að að fara að gera sig okkur. Já. Vegna þess að öll sitcom með svona Zoom reunion. Já, ég veit. Skjárin svona Zoom reunion. Já. Við erum ekki að leika karakterina, við erum bara að tala skjáin og Zoom. Vegna þess að þetta alltaf... We are finally doing the skjárin reunion. Halló, ég Jón leikari, ég komin inn. Ok, af hverju þetta inni? Heyrðu, ég hérna komin til þess að segja. Ok, og ég held að þú þurfum að mæta eitthvað. Ok, málið að Armundur þú ert hóra. Þetta var karlakofen, við erum allar að klippa þetta þar Jón kom til sögunar. Já, það góð mynd. Bye. Ok, við taka henni byrstu. Ég þór ekki við skulum reyna að halda ykkur aðeins áfram. Já. Þarf ekki að koma einhver leikur? Já. Já, þú sem annan leika, eða ekki? Jú, þetta svona skemmtilega. Já, fyrir það lítið eftir það. Og meðan ætlum við að ræða með hana, meðan þú finnir þetta. Það eitt sem ég var að ræða. Við sko, myndi ég hafa það morgun. Þú var 3 hint. Fyrsta hint James Cameron. I'm alright. Ha? Já. I'm alright. Já, ekki alveg. Hefur ekki heyrt I'm alright? Kenny Loggins. Nei. Þú voru að heyra það maður. Spilaði Loggins eftir. Ok, þetta er alveg önnur vísmynding. TV6. Þetta þarna myndin með hún með Ghostbusters skæðanum þarna? Það er markrætt. Nei, þetta er ekki spesifíkast. 3. vísbending, golf. Caddyshack. Ég veit þetta komment. Það er þarna þessi íkonni eða eitthvað. Já. Bill Murray er að drifla það. Þú ákveður bara að horfa á Caddyshack bara vikulega, sko. Nei, ég horfði á hann 2 sinnum. Einu sinni í New York fyrir 3 árum síðan aftur í dag. Gaman því. I'm alright. Eru þetta tala? Nei. Ok, ég ætla að lesa 3 tweet og þegar ekki segja hvort það sé frá mér eða ekki. Þetta verður svo fucking auðvelt, sko. Ok, ég lesti í því, þannig að ég held ég ætti að bara ágæta reysa. Ok, gera það. Nei. Come on. Ok. Ertu ekki að finna þetta? Jú, hérna með. Ok, Everlasting við getum að rækta með eitthvað annað með hann bara. Ok, ef að ræða með eitthvað annað. Ok, fyrsta tweetið self-reflection be like og síðan fyrir neðan það Jordan Peterson gets emotional talking about incels. Þetta er quote tweet. Já, þetta er maður ekki. Það er rétt, þetta er ég. Já, ég var mitt að hugsa að ég kannast við þetta. Já, þetta er ekki. Ok, næsta. Mamma, klukkan er 11:30 og þú ert að fá þér þinn 3. bjór. Nei. Þetta er ekki þú, sko. Nei, þetta er ekki. Ég þóra að veðja að mamma þín er ekki alkohólistu, sko. Nei. Er hún ekki að hlusta? Síðasta tweetið hlustar hún ekki? Hlustar hún á karlingum? Það vil ekki. Akkur er svona normalisegar að eignast börn ung í Bandaríkjunum. Hvernig flytjið til Bandaríkjana? Nei. Ekki ég heldur. Þú tala alltaf með enska. Þú tala alltaf enska. Nei, ekkert endilega. Jú. Eiginlega öll títin eru enska. Ekki rétt, þetta er bara tala Æ, kom on. Alveg kjátt að tala enska. Vil ég fleiri? Var þetta allt? Var þetta allt? Já, ok. Sko, þú verður að gera þessi lengri, sko. Why is it so expensive? Já. Þetta er ekki ég. Þetta er bara eitthvað Þetta er bara eitthvað retweet. Okay. Ef sígarettir eru slæmar, af hverju sexy? Nei. Af hverju myndir bara tweeta það? Er þetta bara allt? Nei, við erum komið eitt rétt sem er með þér. Ég veit. Núna ætlar það að ná eitthvað rétt. Núna ætlar að ná eitthvað sem er eftir þig. Og nú ætlum við að hætta við þetta og við erum bara að segja. Nú ætlar að aftur að hætta við þetta og við erum bara að segja. Nú ætlar að aftur að hætta við þetta og segja. Þetta er bara... Ok, ég veit gott. Burt með ykkur legrar, er þetta ég? Já. Þetta er ég.
Við vissum að það var þú það segja. Ok, eftir Lakris, ég hef að endingu náð segri suck it. Þetta þú segir suck it. Suck it. Ok, þú ert að ljúa. Já. Nei. Ok, þú myndir segja you're lying. Já, veitu hvað, var þetta rétt eða ekki? Sagði þú þetta? Sagði þú ert að ljúa? Já, auðvitað. Ég held að myndi segja you're lying. You sit on a throne of lies með gif af Will Ferrell. Já. Myndirðu senda gif af Will Ferrell? Er ekki bara komið gott? Já, þetta ekki Myndirðu senda gif af Will Ferrell? Prófa frekar maður, þú veist matta. Já, prófa með matta. Ok, já, tjekkum að tweetum hann matta. En hvað með mig? En ég ætla að minna á í næstu viku verður Karlavaka 2000 Reykjavík specialin okkar. Já. Stemmar í húsi. Og ég ennþá með magapínu. Og Maggi, við hittum þið aftur í jólunum, Maggi. Kannski. Jafnvel á nýjarnu. Kannski. Þú verður að koma í jólun. Ég var náttúrulega að eyða einu skipti hér fyrir ykkur, svo það geti verið. Já. Þið finnst ekkert leiðilegt að vera hérna, Ok, ég meit gott. Ef ykkur veikur, þá fáið þig eins og bara. Ég meit gott hérna. Ég sannfærir strætan með 7 sem sé ekki til. Það er matti. Þetta er auðvitað matti. Er þetta grínast? Þú getur vel ekki aðeins. Þetta er eitt af mattalegasta sem maður getur sagt. Hver annar getur sagt þetta bara? Auðvitað enginn. Svona það er bara Mattías hérna á Íslandi sem hugsa þessa hluti, sko. Já, ekki. Ok, ég meit gott. Þetta gæti verið Matti. Gæti verið Matti, þá er þetta ekki. Ekki hægt að fella kóngin. Nei, þetta er ekki. Þetta er ekki hann. Hvað? Var þetta bara allt fíti? Hann myndi alveg tvita eitthvað aðeins svona auðvitað þeirra. Nefnum þetta verið kvótít. Er þetta bara komið gott? Já. Maggi, hættu þessu. Ég með eitt loka umræðinni. Jó, heila amúraflösku sjálf eftir mig, eftir þetta, ég veit ekki. Ok, takk fyrir. Þetta er búið að vera umöðlega sem hluti við áttur þess. Hæ? Já. Come on. En ég með eitt loka umræðinni. Hættu að koma með neikvæði í þættin. Þú eru srækja ekki næstu viku. Ég með eitt loka umræðinni. Hafið þið farið í fjölskyldugarðin? Ég hef farið í fjölskyldugarðin. Hjá húsdrekarinn, það sem tívalíðar hann. Já, auðljóslega hefur við komið þangað. Já, það var hans að byrja. Meir en 10 sinnum. Já, ég fór hérna bara á daginn, sko. En alltaf, þegar ég fór hérna daginn, þá, þið veitum hann turn. Það er svona turn þarna. Fallturnin? Nei, ekki fallturnin, þetta er bara svona turn. Svona útsýðansturn, maður getur loppað. Já, eins og svona það sem þarna Fire Watchers. Já, finna þetta, já. En þetta er svona útsýðansturn, svona hátt uppi. Já. Og ég er með business summit að hafa þetta svona Eiffel-turn Íslands. Þannig að maður kemur inn og þetta er svona, þegar maður lappar upp þá er það svona biðskýli til að taka sér svona pásu. Þú veist, það langast í svona biðskýli, síðan heldur maður áfram. Þú veist hvað ég er að tala um, ekki? Svona milli hæða. Og fyrst á hæðinni verður svona ísbúð. Setjast niður og farið ís. Og því að setja svona pening í hlið. Það er að borga fyrir að koma á aðra hæð. Sett þetta frá hugmyndir.is. Og annara hæð, það er bar. Og síðan á þriðja hæð, sem er stór, það er veitingastæður. Þetta er bara business að því, sko. Settu þetta í þarna. Já, ég ætla að setja henni í hverju mitt. Ég er líka með stytt á randveri. Maggi, þú ert með eitthvað njólskuturól og Úlfur með eitthvað setja stytti af Jerry Seinfeld á Ístöðu. Ég sagði það aldrei. Ég var að tala þú styttu af Erdi Árnarsinni. Hvað settir það inn? Nei, já, en þá ættir að skrá mig inn. Herru, en já, við hittum með fjölskyldugarðin, mjög flott að spila tvíhöfða, hring eftir hring í hringingunni, rosalegt. Já. Herru, en eitthvað lókur frá þér, Maggi, að við förum í Am I Right? Akkur það þetta svona skringilega? Bara. Nei, ég bara þakka ykkur fyrir að bjóða mér í þáttinn. Við buðum þér ekki. Nei, ég kom bara þér. Já. Við hittum aftur jólin, kannski fyrr, eða eitthvað leikur. Jú. Þið ekki að fara að fá mig aftur fyrir jólin. Gaman. Fáum Am I Right í kennilógin. Takk fyrir og bye.
do 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 do